Álver á Bakka aftur komið til skoðunar og hefur Landsvirkjun hafið viðræður við svissneskt fyrirtæki sem vill reisa 180.000 tonna álver við Húsavík. Ráðamenn fyrirtækisins flugu til Norðurlands í gær og einkaþotu til að skoða aðstæður. Kristján Már Unnarsson. Einkaþotan sem lenti á Akureyrarflugvelli um miðjan desember þótti til marks áhuga þýskra aðila á að reisa kísilver við Húsavík. Einkaþotan sem lenti á Akureyri í gær var hins vegar ennþá stærri og þegar menn sá einkennistafina höfðu menn á orði að sjálfur Mr. Big væri mættur. Borð var Gary Klesch, aðaleigandi og stjórnarformaður svissnesks fyrirtækis sem veltir 600 milljörðum króna og rekur meðal annars 3 álver, 2 í Hollandi og 1 í Þýskalandi. Klesch kom til Íslands ásamt einum forstjóra sinna til að kanna möguleika á að reisa 180.000 tonna álver og ræddu þeir á mánudag meðal annars við fulltrúa Landsvirkjunar, Landsnets og Skipulagsstofnunar sem á við 2 ráðherra og í gær funduðu þeir með ráðamönnum á Húsavík. Athyglisvert að þeim skulu nú vísað á lóðun á Bakka, aðeins 4 mánuðum eftir að slitið var viðræðum að Alcoa reisti þar álver. Samkvæmt upplýsingum Stöðvar 2 stutt síðan Klesch hóf könnunina viðræður við Landsvirkjun kaup á 200 megavöttum raforku og var niðurstaða Íslands heimsóknar hans nú að þeim viðræðum skyldi haldið áfram. Svissneska álfyrirtæki Klesch vill reisa meðalstórt álver með hraði við Húsavík og hefur formlega óskað eftir því við stjórnvöld að fá að taka yfir álversverkefni Alcoa. Klesch segist geta hafið rekstur innan 2 ára frá undirritun samninga. Kristján Már Unnarsson. Einkaþotur sem sjást á og til á Akureyrarflugvelli þessi misserinn eru ein birtingarmynd þess áhuga sem alþjóðleg stórfyrirtæki sýna nú orkunni í Þingeyjarsýslum. Miðjan febrúar greindi Stöð 2 frá manninum sem kom á þessari þotu, Mr. Big, eins og hann heyrðist kallaður þegar einkennistafirnir sáust á þotunni. Hann heitir í raun Gary Klesch og aðaleigandi svissnesks fyrirtækis sem rekur 3 álver, 2 í Hollandi og 1 í Þýskalandi. Í Íslands heimsókn sinni fyrir 3 vikum fundaði Klesch meðal annars með ráðamönnum Landsvirkjunar og ráðherrum og hefur hann nú sent stjórnvöldum ósk að hefja formlegar samningaviðræður. Samkvæmt heimildum fréttastofunnar lítur beiðni Klesch að því að taka yfir Alcoa verkefnið á Bakka. Hann vill reisa meðalstórt álver, kaupa 200 megavött raforku, segir Alcoa verkefni hafa miðað við alltaf 600 megavött og segist geta hafið rekstur innan 24 mánaða frá því skrifa sig undir samninga. Forsenda svo hraðrar uppbyggingar að hann gangi inn í umhverfismat sem búið var að vinna vegna álvers Alcoa á Bakka. Það myndi leið veit honum forskot fram yfir kísilverin sem verið að undirbúa en matsferli þeirra nýhafið. Ósk Klesch geti þannig falið í sér fljótvirkustu leiðina til að hefja atvinnu uppbyggingu í Þingeyjarsýslum. Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, kvaðst í dag ekkert vilja tjá sig viðræðurnar við Klesch en staðfestu þó að Landsvirkjun hefði haft frumkvæði að því að bjóða honum til landsins.